En þú segir miðalda, ert þú ekki miðalda græðakall? Eða þú ert að tala Jú, ég er svo góður og skemmtilegur Jú, ég er í bölvu basli en ég er samt svona að reyna, ég er í bata ég er að reyna, veit, ég tala við dóttir mína ég tala þetta í stand-upinu mínu í Sigursalnum með þetta kynslóðabil, skilu, ég er alveg í smá ströggli með hán og hín og ég er aðeins að svona reyna að læra inn á þetta Það er nýja tala þetta, hín er til sko Það er frá Kína og og bur, skilur ég á í smá ströggli með það líka en ég er að reyna að vera betri manneska og ég gerir grín sjálfur mér fyrir það hvað ég er vitlaus í þessu og allt þetta veit, og dóttir mín ránkólfir augunum yfir mér skilur og meðan mamma skilur ekkert hvað ég er að tala þegar við fyrir skilur og það verður líka bara... sko, með það, ég myndi eins og gamla fólki okkar þú veist, við skulum ekki setja fókusun á það þú veist, það er svona þú veist, við breytum, þú veist, það er sumt sem verður bara að fá að vera eins og það er sko þú veist já, þetta er bara, veist, ég veit ekki hvort að þetta make einhvern sens sko, maður þarf að líta á þetta eins og Afríku einhvern veginn sko, veist, þú ert ekki einblín á við þurfum að mennta börn í Afríku við þurfum ekki að sinna gamla fólki við þurfum að býða bara til að það degi og einbytta okkur að koma til kynslu til þess að gera heiminn betri En hvað já einmitt en svona, já, einmitt hvað er þetta að gera fyrir þessa ungu menn sko það er rosa góð spurning sko það er mjög flókið já. En ég held að þú veist, ég held samt sem að núna að við séum komin á okkur góðan balans sko þurftum að fara í ákveðna átt þegar þurftum að taka ákveðnum málum í samfélaginu, þú veist, það er bara ég held að sé allir sammála því og það er alltaf eitthvað fórnarkostnaður og kannski er bara, þú veist, sitja upp með hann sko hvort það sé lagað, ég veit það ekki vonandi. En kannski líka með svona aukinni mýkt og þáttöku karlmanna inn á heimilinu, þú veist að þeir sem eru feður ungra drengja núna eru kannski oft en ekki alltaf aðeins meðvitaðri eða hvað. Ég treysti vinum mínum alveg þvílitt mikið fyrir að alveg góða drengi sko. Já, en þú veist, ég á líka vin, bara mjög góð vinur minn skilu, hann var sendið mér einhvern tímann eitthvað Snapchat eða vídeo eða eitthvað að syni sínum þar sem að sonur hans var að setja á sig naglalakk með mömmu sinni og hann eitthvað, hvað, ertu hommi? Og eitthvað svona og just, ég var alveg bara svona ég ætla ekki að læka þetta ég ætla ekki að setja hláturkall á þetta af því að, come on maður þetta er bara eitthvað grín sem að nota bara hérna, 83 bara með naglalakk, ertu hommi? Þetta er ekki einu sinni fyndið. Þetta er ekki fyndið. Þetta er til dæmis bara svona farið út af borðinu allt svona vesen skilur við og ég var alveg, svo nenni ég ekki að tala þetta við hann Nei. En ef þú ert að horfa þá veistu hver þú er Þú veist upp á sökina mannfjönd skilur við, bara ekki vera að láta hérna einhver 5 ára krakka bara, þannig að þegar hann fyrir í leikskólan þá sér hann einhvern krakka sem er með svart naglalekk hvað er þetta hommi? Þetta er bara svona litli hluti sem að eitra út frá sér og maður heyrir alveg sko, þú veist ég er mikið út á skóla ég meina 4 ára sko og þar eru bara krakkar öllum aldri sko maður heyrir alveg gömlu klísjuna sko ég veit það ég er nefnilega að því að ég er að vinna stundum með naglalakk sko mér finnst aldrei gaman að vera með svart naglalakk sko og meiri segja það er alveg hérna stundum setu áður nú ég veit ekki hvað ég að segja þetta sko ég ætla að vona að konum mín sé ekki að horfa á þetta sko þetta er ekki beinið, þú bara kvöttar þetta já þetta er samt ekki svo skemmtilegt Hvernig með það? Þetta skilja þess? Já, setja hérna smokey eyes Smokey hér? Nei, bara setja smá maskar áður en þú ferð að gigga og þú ferð bara út á lífið Já, hann fer út á lífið sko og ég er með svart naglalakk og aðeins, ég verð ekkert eðlilega heitur þegar ég það poppar svona upp alveg sko ég er að setja líka slitt já, þetta er svona rockara dæmi þetta er svona rockara dæmi sko en hérna og svo finnst mér líka lúmska og svo er maður náttúrulega bara athyglisjúkur vitleysingur skilu þannig að þegar fólk er bara hvað ertu með augnskugga? Já Ákveð þú með augnskugga það er allir með augnskugga allir nú þú það er gaman að rugga þessum bát og vera bara veist bara hvað sem að hérna, whatever rocks your boat sko og líka eins og þetta með fólk verður að skipta sér að svo miklu hluti sem það kemur ekki við sko. Það er líka alveg þreytt dæmi sko það er það. Já, það er náttúrulega mjög mikið af því í dag. Það er alveg rosalegt hvað fólk hefur mikla skoðun á öllum. Ég er svo þakklátur sjálfur mér fyrir að svona, þú veist, maður er
þessi þörf fyrir mig að hafa skoðun öllu og hún er rosalega rík og fólk með Facebook þú veist, það er alveg ótrúlegt hvað það getur tjáð sig ég hef skoðun á öllu sko, ég þarf stundum að vera bara annað, hvað ertu með skoðun á þessu? En ertu með skoðun á því á Facebook á öllu? Nei, ég hef mig þar sko. Já, það er alltaf lægi að vera við eldhúsborðið og bitchast með manni en eitthvað bara djöfull er þetta miklu vitlis eitthvað, það minnst alltaf lægi, það er líka bara samtal sem á sér stað en bara eins og til dæmis rosa margir menn sem er að fara í háríkgræðslu fólk er með rosalega mikla skoðanir á því hvað er þetta með skoðun á því? Já, með þeir ekki bara gera það með skoðun á því hvernig fólk klippir sig hvernig það litar á sér hárið eða hvað er þetta pæli í þessu? En það gerðist í alvöru bara núna daginn, bara Einar Bárðar og vinnur hans fór út, svo fyrir Eiður Smári góðvinnu þinn. Já, hann er nú bara að blása toppin frá. Glæsilegt hár, mjög, þetta hefur verið dýrari gerðin af sem sagt aðgerð sko. Eftir ég sá þessa meistara sko og þetta er svona orðið normið, þá er ég svona byrju ferri bara til Tyrklands eftir allt saman. Ángríns, veistu Já, hvað? að því að kalla mega líka bara gera langar að vera með hár næs fyrir sig og þetta er vissir og hann er raunverulegur. Já, sérstaklega þegar hann bara eykst á öxlunum á þér. Já. Skilur. Og þetta er eitthvað konur hefur mátt gera bara núna mjög lengi og helst fyrir kvartar til að fara í eitthvað svona aðgerð en fyrir kalla hefur það verið bara eitthvað svona fyndið að þeir eitthvað sé að fara í hárigræslu en bara eitthvað Já, einhver hégómi sem að þeir ekki að vera partur af sem þeir ekki vera með þeir með alveg líka vera hégómufullir sko ég myndi fara í hárigræslu og ég myndi missa þennan makka sko. og það var, ég held sko eins og bara með Esmara og við erum allir á sama meiði við ætlum ekkert að láta henni bilbug á okkur finna við erum alltaf að reyna að vera þannig að ég er bara svona Já, og mér er alveg sama bara, ég er alls ekki undaskilin ég er alveg rosalega mikið þannig ég kom með skalla og ég ætla ekki að fara í hárigræsla því að svona er ég, skilur Eiður, og við erum náttúrulega bara vinnir en hann fer og ég var bara þetta kom mér bara óvart sko. Hann er búin að fara 3 svar og það er bara að vera að vinna í þessu og það er allt í gangi og hann bara tekur þetta á kassan og það er og kemur allir glæsilegu tilbaka og hann er bara, og mér finnst hann eiginlega búin að vera búin að opna einhverja gátt hann gerði það að það er bara, skilur bara Turkish Airline er bara móka inn einhverju skallapóðan ég er að fara í þetta ég myndi fara í þetta þetta er líka bara stemming í Tyrklandi maður fá sér eitt kaldan, hárígræsla en það var svo gott að fá þetta hinga sko þú veist, ég út að fara er einn í Tyrklandi, já, maður þyrfti vinn með sko en ég er nógu vinnur þetta er svona svipað eins og herraklipping fyrir kallmenn sem er ófrjósamins aðgerð skilu, hún var alltaf rosalega svona feimnismál og alls konar svona dót sko og við vorum alltaf, ég vildi ekki gera þetta heima út af því að ég vildi ekki að það væri bara einhver hjúkrunarkona eða læknakona svona læknakona hjúkrunarfræðingur eða læknir og hún lítið læknakonin halló, ég er lítið læknakona að kappa í pilsi það eru kvenkis læknar ég hef bara aldrei séð nei, skilur og að því að ég held alltaf að því að ef ég kemi að sveppi krull að það væri eitthvað svona heldur að ég ekki verið að klippa og eistun og sveppa krull að það væri eitthvað en það er öllum drullu saman það er bara klift á svona 60 eist á dag og nobody cares við vorum alltaf með hugmyndi og Eiður að fara saman og gera þetta eitthvað í útlöndum og gera ferður og fara í golf og fara í herraklippingu engir að taka mynda af þessu selja þetta á netinu nei, en svo fór ég bara og það var nú eiginlega eftir því að kona mín sagði bara, hvað heldur þú að ég sé búin að leggjast oft á bekk og glenn út á mig klofið fyrir framan einhvern kvensjúkdómalækni sem eina sem hann segir við mig er bara kontu neðar og ég bara, ég panta tími fyrir mig mín við erum algjörir aumingjar en finnur fyrir því að testosterón hafi lækkað menn er svolítið hræddu við það í kringum mig að þau fari í þetta að það svona mingi kallmennskun einhvern veginn er það ekki bara plús? Ég veit það ekki það er gott í lagi að hún lækki aðeins hjá okkur gaurunum nei, ég ekki neitt nei, sko. ok, þannig að það er mýta það er bara í hausnum að ég held ekki ég spyr chatbíti